Ég heiti Tara. Og ég heiti Judith og þessi þáttur í boði BF atferlisráðgjafar. Góðan dag, kæri hlustendur. Hér til okkar í dag mætt Anita Rut, ég ætla að segja Anita Ósk Georgsdóttir. Og vá, þetta stuðaði mig alveg. Ég veit alveg hvað heitir. Jesus. Anita Ósk. Við náttúrulega þekkjumst. Já. Bara frá því mamma að segja den. Erum við alveg nóg gamlar til að segja den? Ég veit það Við erum svona dett í það. Við erum að dett í það, já. Mér finnst það samt alltaf svo Den, veistu, svo old school. Það er svolítið rétt. Það er svo mikið ég er alltaf æ den hérna. En jæja, verður velkomin. Takk fyrir. Og þú ætlar hérna í dag bara að leyfa okkur að fá svolítið innsýn inn í þitt líf. Þú heldur uppi Instagram miðlinum Hennar Heimur. Já. Og ótrúlega gaman að fylgjast með þér þar. Já, takk. Og já, þú ætlar svolítið að leiða okkur í gegnum bara hver Anita og hvernig hennar líf með geðhvarfasýki 1 greiningu. Kannski, já, bara áður segja okkur bara svolítið, já, bara svona hvernig þú varst í æsku, bara hver Anita? Sko, ég rosalega margt. Já, Stórt spur. Ég 33 ára. Nei, ég ekki orðin 30. Mamma alltaf skammar mig fyrir að vera að þeim leið og kemur nýtt ár, bara 1. janúar, þá ég orðin það ár. Já, þess að dóttir mín sem er bara, ég sko 7, nei. Ég sést 32, verð 33 ára. Ég 2 barna móðir. Ég menntuð sem hárgreiðslumeistari. Og ákvað bara nýlega að breyta til og að læra lyfjatæknin í FA Geggjað. og vinn semst í lyfjaþjónustu Landspítalans í Fossvoginum. Sér þar ásamt mörgum öðrum lyfjaskömmtun og birgðastýringu og deildum. Já, ég bara æsku. Ég hef alltaf verið algjör skellibilla. Ég fór eiginlega aldrei fram hjá neinum, sko. Og ég leitaði svolítið uppi stuðið, þú veist, þar sem lætin voru, þar var ég, þú veist, og alls konar svona. Og ég hef alltaf verið svolítið svona ADHD-leg og og ég fekk svolítið staðfestingu á því, muni eftir þegar við vorum í 1. eða 2. bekk, þá vorum við með svona samskiptabækur. Þú veist, það var ekkert verið að senda tölvupósta, það voru svona samskiptabækur. Það var þannig þegar ég var 1. og 2. bekk. Og ég var að lesa og þá var, þú veist, Anita baði að fara á klósettið, skilaði sér ekki. Þú veist, og þá var ég bara eitthvað ráfandi skólan, mætti annan bekk eða mætti eitthvað stað sem ég átti ekki að vera. Sko. Já, ok. Og svo var, þú veist, eitt skipti, Anita rosalega hjálpsöm, tilbúin til að hjálpa allt og öllum. En hefur hún ekki þolinmæði fyrir krakkan að klára sín verkefni og enda bara á því að klára þau fyrir þau. Nei, hættu. Þú veist, og ég hugsa svona, hér þið með svört og hvítu, ég geti mögulega verið með ADHD, en það allir bara, þetta bara Anita. Bara ting. Já, og alltaf í gegnum tíðina hefur alltaf komið þetta svona, þetta bara Anita. Já. Anita bara svona. Þú veist, það aldrei neitt verið eitthvað svona, hún bókað með þetta. Eða bóka með hitt og þú veist, ég var búin að vera hjá ég búin að vera hjá sama geðlækni síðan ég var 19 ára og það var aldrei komið upp nein greining, skilurðu, þú veist, geðhvarfasýki eða ADHD, ég var alveg svolítið svona líka á þessu svið, þú veist, ég kom kannski til hans rosalega þunglind og þá var lagað það og svo komið kannski ógeðslega hæper, þú veist, þá var ég bara glöð og káta Anita sem bara þurfti nánast enga hjálp, sem var bara smá check-upið, þú veist, allt í góði, checkaði þessi bóks og áfram gakk, skilurðu. Og þegar ég hugsaði tilbaka, þegar ég mætti í þessa tíma mína, þá hef ég verið bara upp og niður, en samt einhvern veginn ekki fengið neitt svona, aldrei neitt komið eitthvað minnstur á það og mér hefur aldrei fundist neitt. Þú veist, mér fannst alltaf að skrýta af hverju ég alltaf upp og niður, skilur, af hverju aldrei bara stabíl einhvern veginn. Akkurat. Og vaknaði þá ekki oft spurningar svolítið,
ég tengi alveg við þetta Já. þú veist, mér fannst við alltaf og nú þekki ég alveg, kannski þegar við vorum unglingar og eitthvað, og mér finnst svona okkar persónuleikar svolítið að læna Líkir, akkurat þú veist, og ég tengi alveg við að þú veist, ég fekk oft bara, akkur er ég svona akkurat, nákvæmlega og mér finnst svo áhugavert þegar þú segir einmitt að ég fekk ekki greiningu á þetta fyrir en þarna og þarna var ég orðin 19 ára og ekki komið með ADHD greiningu eða ekki, þú veist, akkurat. það er bara svolítið einmitt tekið kannski á þegar þú sagðir, þú veist, þegar þú varst það er alveg að tekið á þunglindi þú veist, en áhugavert, mér finnst, og þetta er ekki fyrsta skipti sem ég heyri kvenfólk tala þetta nákvæmlega og það er einhvern veginn bara skautaði gegnum líka því kannski hvernig persónleiki ég svolítið svona eins og ég sé alltaf svona lúmst í hæpómanju á þess að vera í skilur þú veist, ég alltaf svona rosalega hress og kvikk og fljót og allt þetta, það var einhvern veginn aldrei þú veist, það var allt hann sagði stundu við mig, þú veist, ég vill ekki gefa of mörg lyf að því ég vill ekki bæla þig niður sem meikaði þetta sens þú veist, því ég vill ekki láta bæla mig niður með einhverjum lyfjum en mér langar samt sem ekki áður að líða svona eins og mér leið skilurðu en hvenær fannst þér samt nú talar þú ert búin að vera með geðlækni síðan þú varst 19 ára hvenær fannst þér þú samt hugsa fyrst bara svona ok, vá hvað ég er mikið svona og svona eða vá, vinkonur mínar eru kannski ekki alveg svona þó þær séu mjög líkar mér á þessum skilurðu, var eitthvað svona breaking point sem varst bara svona einhverja svona spurningar ég til dæmis ég fæ rosalega mikið dellu ég veit hvað ég meina, þú veist læknir minn kallaði mig alltaf, þú veist ég var alltaf, ég er að gera þetta og hann svona, þú ert svona mikið dellukona þú veist, og ég bara svona og það var alveg rétt, þú veist, ég fekk áhuga á hlutum svo mikið áhuga að það líka við bara svona kannski stjórnaði ekki alveg lífinu mínu en var alveg að sigla í áttina þangað held tók alveg yfir og þetta var bara svona sama hvað þú veist, ég er ennþá þrátt fyrir að vera komið mína greiningu og allt þetta, þá er þetta líka svolítið partur af bara persónuleikanum þú veist, en mér fannst vinkonum mínar aldrei hellar sér svona rosalega mikið út í það sem þau hafðu áhuga á eins og þú já, og kannski, þú veist, og kannski að fá bara þú veist, bara dellu kannski í eitthvað smá tíma skilur, þetta var ekkert eitthvað sem varði bara í 3 ár þetta var bara kannski í þú veist, kannski 2 mánuði svo verður bara svona, þetta er hvað þetta leðilegt bara, nei takk alveg bara, þú ert búin að vera í crossfit bara 5-6 í viku og þú ert bara, nei takk núna, skilur þú veist þetta er bara búið þannig þú tekur þetta alveg þessar, sem þú segir svona þessar dellur og fer bara all in ég fer bara all in þú veist, það var bara ótrúlegt að tímabúti ég var ekki að koma með þetta liftingabelti sko það var alltaf æskilur þú veist, á þess að vera að setja út á það var bara flott og virkar fyrir aðra skilur, en þú veist, ég er alveg þar skilur, núna erum við algjöru dell fyrir að hlaupa en það er til dæmis ástæðan fyrir því það sem hlaupi dregur alltaf svo svakalega í mig er að þetta eru einu skipti sem ég hugsa ekki neitt og það kemur ekki hvað ég hafi matinn hvernig á ég að klæða stelpunum mínar á morgun þarf ég að fara þú veist, þarf ég að fara að gera þetta eða hitt, það bara slöknar öllu þetta er alveg magna, þú veist það er eins og líka, það er eins og komist ekkit annað en að vera bara að hlaupa í náttúrunni þú veist, og samt þannig að þetta virkar ótrúlega vel fyrir þig ótrúlega vel, þú veist, og ég finn það líka bara þú veist, að manneskja sem er með geðhvarfsýki eins og ég er með rosalega hraðar hugsanir þú veist, ekki þú veist, er oft með hraðar hugsanir mikið í gangi, mikið að gera skilur að geta bara klætt í hlaupaskóna og út og slökkt á þessu er eitthvað sem ég er búin að sækjast í þín í mann eftir maður getur alveg ímyndað sér ég var sko 14 ára í greit sem kvíða þunglindi og það fyrsta sem fór að hrjá mig svefnum ég svaf stundum þú veist, ég svaf komin sem dagar, þú veist, ég er ekki að tala svaf ekki neitt, ég svaf kannski bara 2-3 tíma bara eins og ekki neitt og ég pröfa all heimsins líf, skilur það var ekki náttúrulega eitthvað gamalt þú veist, svefnlyf sem engin notaði lengur sem ég þurfti að fara í 5 eða 6 apótek til að skilur sem fór að virka en það var mikið svefnvandinn bara mjög mikil, skilur og það er svolítið búið að brenna mig á fullorðinsárum
ég mjög fanatísk á svefnum. Ég alveg bara, ég fæ svona tilkynningu í síma minn þegar ég að taka lyfin mín og þegar svo tilkynning kemur, þá ég farin að huga á svefnum. Þú veist, þá þú veist, komið ró heima hjá mér, þá ég að tek málningun á mér, klæði mér í náttfötin og þú veist, tek lyfin mín og býð kannski svona hálftíma og svo fer ég upp í. Þú veist, ég bara þessi rútína. Já, af því það var líka fyrsta sem fór að halla undan fæti áður en ég fekk greiningu. Þú veist, hvað ég segi, þessi litli svefn sem ég var að fá. Þú veist, en ég gerði mig ekkert grein fyrir okkur. Nei, eðlilega ekki. Ég fann ekki fyrir þreytinu líka. Vá. Þú veist, ég var bara eitthvað, gaman, líf og fjör, 2 tíma svefn, halleluja. Já. Skilur, þú veist. Já, akkurat. En þarna, þú talaði þú ert 14 ára, bergkvíða og þunglyndis greiningu. Fannst þér eitthvað eftir það? Fannst þér eitthvað skána eða eitthvað? Þú veist, þú náttúrulega ennþá svefnvandinn. En máli að það kom alltaf svona, þú veist, það var alltaf komið þessar ákveðna lotur í mínu lífi. Lotur það sem ég þunglynd, lotur það sem ég glöð, lotur það sem ég þunglynd. Þú veist, ég hef alltaf verið upp og niður, bara frá því ég man eftir mig. Sérstaklega frá úlingsáldri. Já. Það held ég líka spilir og hormón og allt þetta. Já. Maður getur ímyndað sér. Já. Maður getur ímyndað sér þessar breytingar. Ég hef alveg nokkur sinnum til dæmis, ég sem betur fer bara að fara einu sinni í manju, svona full blown manju, en ég hef alveg stundum grunað, svo fer ég bara að pæla, bara já, nei, ég að fara að byrja að blæðingu. Þú veist, og svo bara byrja að blæðingum, allt góðu og mál. En heldurðu, þegar þú lítið tilbaka, að þetta sé svolítið í takt? Þetta hefur áhrif á þegar þú ert að fara upp og niður, þú veist, bara hormónabreytingarnar, bara hringurðu þinn. Já. Það heldur mér mjög algengt að eftir barnsburð að konur fari mann. Í alvöru? Ég hef aldrei heyrt það áður. Ég hef ekki heyrt það, vá. Það mjög algengt. Heldur það hafi gerst eftir að þú áttir? Já, alveg bókað. Menna ég var með eyrnabarn, hún svaf lítið sem ekkert, en ég fann ekki fyrir neinu, sko. Svona orkulega séð og hegðunar. Já. Þú veist, gerði náttúrulega aldrei neitt sem eitthvað stemdi þær í hættu eða eitthvað þannig, skilur. Ég bara fann, ég var bara alltaf svona orkumikil. Sama hvað. Já. Sama hvað bjáta á. Rauninni, sko. Það var ég alltaf bara, og það hefur eflaust bjargað samt geðheilsunni að hafa verið í þessu ástandin að gæsilappa, heldur en ekki, sko. Já. En, gætirðu sagt okkur, hvað leiddi að greiningu? Sko, það svolítið svona löng og skrautleg saga. Já. Já, segjum svo sko, ég í ágústmánuði þá ég bara svolítið komin á ágústmánuði 2022 þá ég bara svolítið komin á, ég bara vill ekki vera einn lengur, ég vill ekki lifa, þetta ömurlegt, og þá voru öll lyfin mín heima hjá foreldrum mínum og þau skömmtuðu mér. Og ég þurfti alltaf að fara heim til, ég fekk náttúrulega nokkra daga í senn, en aldrei það mikið að það geta skadað mig ef ég hef ákveðið að taka allt. Fyrir ekki á lyfin bara, ég var að kvíða þunglyndislyfjum. Já, þú varst að kvíða þunglyndislyfjum. Já, og þú veist svona stuttvarandi kvíðalyf, sóbrill, svo margir þekkja. Svo ég heima hjá mamma og pappa, ég er búin að fara upp á geðdeild og deginum áður ég búin að fara upp á Landspítalann eða bráðamóttöku geðspítalans. Þau bara, já, pröfa að fara með þessi lyf heim og sjáðu hvað og ég horfði bara svo lyf og ég sagði bara, ég trúi ekki að þau ætli ekki að leggja mig inn. Eru þau í alvöru að bíða eftir að ég gjössalega bara káli mér og komi hingað með sjúkrabíl? Og þarna varstu búin að upplýsa þau bara tilfinningar og hugsun. Já, algjörlega. Já. Og ég fer heim og bara, og svo daginn eftir þá ég heima með mamma og pappa, bara ein með mamma og pappa, og mamma að taka til lyfin mín, og þetta svona eins og það svitsast bara eitthvað í huganum á mér. Ég bara veit hvar mamma ég fer til mömmu, hrifsa af henni lyfin, hleypin herbyggi og reyna að taka þessu margar sóbrill og ég get. Og ég
Næ, sem betur fyrir ekkert mörgum. Því pabbi náttúrulega, ég slæst hann við pappa minn, skilur, og hann að reyna að ná saman mér og eitthvað og enda með því að mamma og pabbi hringja sjúkrabíl. Þá náttúrulega að því að aðstæðan eru svona, þá náttúrulega kemur lögreglan og lögregluspil, hún í eiturlyf, hún, þú veist, nota eiturlyf, hún í þetta og hitt og mamma bara nei, hún bara andlega veik og þú veist, og ég man ég ligg svona, sit svona á gólfinu og held utanum lappirnar á mér og ég bara svona, ég get ekki meir, ég vil ekki vera einn lengur, þú veist, þið verðið að skilja, ég vil ekki vera einn lengur og ég samþykki það að fara bara með þeim í sjúkrabílinn og svo er þetta líka alltaf svo erfitt að búandi í litlu bæjarfélagi eins og við búum í, þegar ég bý það er þetta náttúrulega allt fólk sem þú þekkir. Ég ætlaði að spyrja, þú veist, nú þekkir maður allt og alla. Já, og ég var alveg bara svona, hver skildi koma? Þessi komið, þú veist, ég fór í partíun daginn og það var löggan sem var þannig að ég var alveg bara, ég man ekkert eftir mér, ég leit ekkert svakalega vel út á þessum tíma, svolítið glamat núna hana, en allavega og þau fara náttúrulega með mig eitthvað bara á móti upp á HSS og þau ger ekkert þessum málum. Nei. Þannig að það bara tekið ákvörðu að ég fer heim, það hringdi í geðlækninn minn og hann hringi bara upp á geðspítala og þau segja mér bara, já, hún má koma. Og ég fer hann og þannig inn í viku 10 daga og þau segja alltaf við mig að þetta er bara mjög alvarlegt þunglyndi og setja mig á hæsta skammtinn. Svo segir hún við mig, geðlæknirinn, hún sagði reyndar, ef þú tekur þessi lyf og á þessum háum skammti sem þú ert að taka hann og ert með undarliggjandi geðhvarfsýki, þá getur þú farið í maníu. Ég var nefnilega búin að lesa mig til það, að of mikið af geðlyfjum, sérstaklega þessi algengu geðlyfjum, ekki endilega kannski hár skammtur, en þetta getur triggerað maníu. Já, það getur triggerað maníu. Já, fyrir það, já. Og ég man hugsaði bara, ok, ef henni grunar kannski mögulega þetta, verandi að þessi þriðja skipti sem kemingað inn, ætlar hún bara samt að hleypa mér heim og bara halda fram að taka þessi lyf sem ég á að taka. Og bara sjá hvort þú farir í maníu. Að segja þetta líka svona með svolítið spurningamerki. Já, og ég var svolítið svona, þú veist, ég var bara brotin eins og ég var og ég vissi ekkert hvað þetta að segja, að spyrja, að gera. Nei. Allavega, svo ákvæði bara, þú veist, ég er ekkert að, ég er líka orðin eins og húsgagn ég nenni ekki að vera hérna lengur. Þú veist, það var ekkert að fara að gera neitt meira. Að gera neitt meira fyrir mig, þannig að ég ákvæði bara sameiningu náttúrulega við lækninn að útskrifa mig og svo tekur geðlæknirinn minn við og hann bara nei, þú ert ekki að fara að taka svona hátt, þú veist, þetta er alltaf hár skammtur, þú veist, ég ætla að lækka þess niður og svo fer mér bara alveg að líða vel, mér fer að líða miklu betur og það er að koma rútína aftur og voru þetta kannski nokkrum dögum seinna, eða er þetta kannski alveg viku seinna eða? Já, þetta er kannski, 2-3 viku seinna eða svoleiðis. Já. Og kannski virka lyfin ekkert alveg svona hratt fyrir sig en mér var allan að fara að líða betur og ég fyrir vinnu og læt þau svona vita að ég er ekki alveg búin að vera upp með mér besta en mér líður svona betur og eitthvað og svo hefst skólaári bara ég var sérst að kenna og leiðbeinandi og var ég orðið leiðbeinandi við mann ekki ég var að vinna í grunnskóla og svo líða bara vikurnar og það er verið að fara í starfsmannaferð til Bergamo og Ítalíu og ég ætla mér ekki að fara bara svona, ég er búin að vera veik og ég geta láta þetta auka álag á mig að vera að fara eitthvað svona og svo er allir bara, jú, komdu með og svo lætur ein mig vita að það var losna pláss, komdu með og eitthvað og ég fyrir öllu svona spennast upp og svolítið svona langar að fara svo hringi ég manni minn og hann bara, jú, ég skellti þig bara með og ég, já, ok ég ákvaði bara að fara og svona daginn liðu og það fór að koma að ferðinni og komin október þá fann ég því hugsa tilbaka að ég var alveg svolítið svona trekkjast upp en mér fannst ég bara að vera spennt þú veist að því þannig er raunin fyrsta tilfinningin þegar þú ert að sigla í maníu þú ert bara svolítið spenntur já. og
og já, svo fer ég til Bergamo og þú veist, fólk finnst eitthvað skrítið við mig aðeins að segja eitthvað við mig, að segja mér náttúrulega frá þessu eftir á. En sást þú eitthvað á fólkinu? Þú kannski... Nei, mér fannst svona stundum eins og að vera að skipta sér svolítið óhaflega mikið af mér, sko. Þú veist, og það fer, og hefur alltaf farið rosalega í taugunum mér. Þú veist, það fyrir taugunum mér þegar mamma mín og pappi voru að skipta sér af mér, skilur, þegar foreldrar mínir eiga að gera það, skilur, alveg svo við og gera við börnin okkar. Og og svo bara, þú veist, ég man reyndar ekkert almennilega hvort ég hafi verið að sofa eitthvað, en ég hef alveg verið að sofa eitthvað því ég tók lyf við því, skilur, þú veist, þannig ég hafði ekkert að vera að missa eitthvað úr svefn. En ég var alveg svona, þú veist, eyða pening og bara, og eins og sumir sögðu að það var bara eins og ég væri á eitthvað. Ég væri á okkur fíknefnum að því að ég var svo ógeðslega orkumikil og það var svo ógeðslega gaman hjá mér að ég var bara... Þannig þú ert mjög hátt uppi og og tala mikið og hlæhátt og alls konar svona. Svo erum við búin að vera í einhverja daga og við erum að fara út að borða. Ég klæði mig í svona gulldagan kjól, ekki spyrjum af hverju þetta kjól sem ég færi aldrei á ævi minni í, aldrei, sko. Og svo finnst mér bara, þú veist, að ég bara eitthvað svona, allir verið skiptir af mér, en ekki að vera og eitthvað. Og ég veit ekki af hverju, en ég berlappa. Ég veit ekki hvar ég setti skóna mína eða hvað, hvort það, þú veist. Allavega, ég tek bara rölti út úr hótelherberginu alein með síma minn. Eftir þá matinn eða? Nei, áður, við vorum að fara að borða. Já, við vorum bara að hittast í lobbyinu og það var verið að bíða eftir öllum. Já, ég skil. En mér leið eins og fjölskylda mín var að koma til Bergamo og ég var að fara að gifta mig. Já. Mér fannst það. Og ég hugsaði með mér, ok, þau eru eitthvað staðar hérna. Ég ætla bara að fara að athuga hvort að ég finni þau. Þannig ég labba berfætt í þessum blessaða gullitaða kjól sumum finnst flottur, mér finnst alveg horfjóður, sko. Og ég fer upp í svona, þetta er svona upp í hlíð, þannig að þú tekur svolítið svona skíðaliftu. Fer þar upp og ég er eitthvað labbandi bara götu bæjarins og eitthvað og alltaf að leita eftir, sko, ég sé rauði ljós út allt og ég hugsa mér svona, ég á að fylgja þeim. Þú veist, þetta er svo magna að finna. Já, vá. Og ég trúi þessu svo innilega. Það kom ekki, þú veist, mér leið eins og það kom aldrei svo tími sem ég trúi þessu ekki. Já. Skilur þú veist, þetta var að fara að gerast. Þetta var að fara að gerast, já. Og svo hitti ég hópa ungum krökkum og við förum að, þú veist, gera dyrraðut og alls konar eitthvað svona sem ég hef ekki gert síðan ég var, þú veist, 11 ára eitthvað, skilur Sorry, ég reyndi að sjá þetta fyrir mér í gullkjólnum á tannum, skilur, og þú veist, ég veit ekki, þeim fannst ég bara greiðlega ógeðslega skemmtilega. Veitu, hvað var þetta gamla krakka, cirka? Örugglega svona 18 til 20, skilur, þú veist, og ég mani fór aftan á mótihjól og eitthvað, þú veist. Jú, þetta var alls konar eitthvað. Svo sjáum við svona lítinn krútlegan bar og labbar svona niður tröppur og það er allt í rauðum rósum, rautt. Það var bara svona alveg, ég bara, já, kannski eru þarna, þú veist, þetta er svo galið, hugsaði það núna, en þetta var náttúrulega ekki galið fyrir mér þá. Nei. Svo fer ég þarna til þeirra, svona eldri kona sem á hana bar og hún sér greinilega að það er ekkert allt með feldu og krakkanir gera það alveg líka, að því þegar þetta allt gengið yfir og allt þetta er búið að gerast þá eru þau búin að tala yfir fólkið sem er með mér í vinnuferð í símanum mínum. Þau eru búin að vera að láta þau vita hvar ég er, hvert ég er að fara og allt þetta, skilurðu. Og ekki spyrja mig, ég man ekkert eftir að láta þau að fá síma minn, ég man ekki neitt. En pældi ég samt að vera á þessum bara good senses. Akkurat. Þó svo að þau hefur kannski þurft að sannfæra þig eða þú veist, maður er svona ímynda sér að samt bara, ok, þú veist, hún á fólk, þú veist, hún er með síma. Ég man þau spurði, hvaðan ertu? Og ég bara, Æsland? Þau bara, veitur ekki hvað Ísland er? Nei. Æskilur, þú veist. Og svo enda með því að það hringdi á sjúkrabíl.
ég hugsa með bara, ok, þessi djókur gengin oflangt, af því ég hef náttúrulega farið í sjúkraflutningaskólan Já, og þá var ég með það á að þau var að fara að sækja mig á sjúkrabíl, það væri svona mitt merki og fara svo til þeirra, já, til fjölskyldunar. til fjölskyldunum minna. Já, Oh my god. Þú veist, ok. en ég var náttúrulega ekki að fara til fjölskyldu, Nei, ég var bara að fara á nei. spítala. Já. Skilur, þannig að ég fer þangað og ég man, mér er svo ógeðslega heitt, það er náttúrulega svo mikið í gangi í líkamannum og þú ert bara á, bara hvað ég segja, það er bara allt á fullu. það er bara allt, kerfið er á Og milljón. kerfið er gjörsamlega milljón. Og þegar ég kem upp á spítalan, þá eru dásamlegar 2 samstarfskonu mínar, fyrir samstarfskonu mínar, sem tók á móti mér og eru þannig með mér upp á spítala og og ég man svo sterklega eftir, ég ligg bara á gólfinu, bara alveg á maganum, bara flöt á gólfinu að því mér er svo ógeðslega heitt og svo komið að því að skoða mig og þau skoðu mig bak og fyrir og gerðu blóðpröfur og það skildi ekki okkur að fannst ekki neitt í mér, ég er ekki einu sinni með dropa áfengi í mér og Já, það bara haldið að vera fíkniefnum. já, bara algjörlega sko og ég man ég var alltaf að segja bara ég vill fara heim af því þarna fór ég alltaf áttum á því að þetta er kannski svolítið alvarlegt. Já. Ég er komin á spítala, það er eitthvað mikið í gangi. Bara fjölskylda mín er ekki hérna. Já, það er enginn að fara að koma, þú veist, þetta er ekki eins og á að vera. En á þessum tímapunkti, þú veist, varstu eitthvað, má ég heyra í Arnari, eða má ég hringja heim, eða er eitthvað, kemst það ekki fyrir? Nei, það kemsturinn ekki Nei. fyrir. Ég er bara svolítið að halda sjálfum mér að flota því ég er bara svona að taka droppið. Já, ég skil. Þú veist, droppið er að fara að koma. Ég er búin að vera hæs og ógeðslega, eða þú veist, að trekkjast í svo góðan tíma að droppið er að koma. Og þau sögðu í man eftir hjúkrunarfræðing, þú veist, hún bara horfði á mig, hún var bara með tár í augunum. Þú veist, þegar ég horfi núna um þess að greið konu að horfa á stelpu sem býr ekki svona í þessu landi, í þessu ástandi sem hún er í, þetta er örugglega bara svolítið tekur á, heartbreaking. já, algjörlega. Já. Og það eru bara allir á fullu heima. Þú veist, það er bara að hringi lækni minn, þú veist, pabbi er að bóka Ég get flug til ímyndað mér. Ítalíu, þú veist, það er verið að redda mig sjúkrakorti, það er verið bara að græja allt og þú veist, og svo er svo elskuleg líka svo sem var með okkur í ferðinni svona, hvað heitir það? Fararstjóri, Já, fararstjóri, já, hún kemur til þess að þýða, Ok. skilurðu, Já, þú veist, auðvitað, hún þú veist, náttúrulega Ítalíu. Já, Og þú veist, nákvæmlega, já. þannig að hún var hérna líka með okkur og þú veist, og ég man, það var svona blað sem ég sagðist vilja fá að skrifa á eitthvað og ég var alltaf að segja, sko, 66 krónur norður, 66 krónur norður, Ísland, ég býð þar, býð 66 krónur norður, þú veist, Já. norðarlega í kortinu, Já. ég býð þar. Og ég var alltaf að skrifa það og ég veit ekki á hverju, þetta var eitthvað svona mín leið að segja að ég væri að fara á Íslandi, eitthvað, ég veit það ekki. Og svo man ég að hann kemur inn, ég er komin núna í svona sérstakt herbyggi, hún kemur inn og hann sagði, nú þarfst þú eiginlega bara svolítið að fara að sofa, hann er með svona sprautu og ég bara, ég svo bíómyndunum þegar sprauta fólk niður og allt, þú veist, þetta er alveg svolítið skeri, skilur, þú veist, ég skil ekki hvað hann er að segja, hvað hann er að fara að gefa mér, þú veist, og enda með því ég treysti honum bara, því ég er bara svona aldrei gafst upp þarna, Já. þú veist, ég er bara svolítið svona, ok, fuck it, Bara Þið uppgjöfin komin. já, þú leyfir honum sjáu að bara um mig, mér er drull, En þú Þú veist. leifir honum að sprauta það. já, og ég sopna bara á eitthvað, svo man ég ekkit almennilega eftir þessum tíma, ég man ekki hvernig ég kom út af spítalanum, hvert ég fór, þú veist, ég fór náttúrulega bara upp á hótelherbergi, Hvað sástu lengi? Sástu á spítalanum? Ég veit það nefnilega ekki. Nei. Nei. Ég geri mig einn grein fyrir því það sem ég man næst er að ég seti hótelherbyggi og pabbi komin. Og ég man þegar ég fæ bara að vera smá klökk, þegar ég sá pappa, þú veist, ég var bara svona, ok, wow, nú er eitthvað komin sem bara getur bara haldið utan um mig og bara hjálpa Bara mér að komast örugg. heim, þú veist, já, ég er bara Já. örugg. Og ég fer heim með sjúkraskýrslunum mínar og fer, já, með sjúkraskýrslunum mínar og fer með þær heim og á svo bara tíma hjá læknunum mínum og við förum yfir þær skýrslur og komumst þá kom í ljós að ég var með geðhvarfsýki 1, ekki 2 heldur 1
að því ég hef, sko, hann getur ekki, hann segir alltaf, ég hef oft spurt hann, þú veist, fór ég í geðrof, því að mjög algengt þegar þú ferir svona full-blown manni að fara í geðrof, sem hefur örugglega gerst að því ég fór að trúa einhverju sem var ekki satt. Já, það er svolítið munurinn kannski á það ekki að vera í manju og síðan bara full on geðrofi. Já, það er rauninni, þú veist, og hann segir, þú veist, ég get ekki, ég get bara ekki sagt jú, af því ég sá þig ekki, þú veist, ég var ekki í sama herbyggju og þú, ég talaði ekki við þig, þannig að, þú veist, það er alltaf svolítið á grásvæði, en ég einhvern veginn trúi því að ég hafi farið í geðrof, eða partaði, eða hvað svo að kalla, því ég trúði þessu svo heitt. Já, það fylgja rauðu. Já, fylgja rauðu og fjölskylda mín var að fara að koma og allt þetta. Og þannig já, út frá því fór ég í veikindaleyfi, af því það ertu náttúrulega, þú kippir bara ekkert kvíða og þunglyndislyfjum út og setur eitthvað annað í staðinn, þú ert að trappa það niður og trappa hitt upp. Og þegar það var búið að trappa hitt, þessi geðhvarfslyfin almennilega upp, þá fannst mér bara svo að dreif frá mér. Ég bara svona, ég sá allt skýrar, það var allt miklu rólegra, ég náði að meðtaka allt sem fólk sagði við mig. Ég náði bara, þú veist, ég náði bara eitthvað ró sem ég bara hafi ekki fundið fyrir í mjög langan tíma. Mér fannst í rauninni sko kynnast sjálfum mér svolítið upp og nýtt. Þú veist, ég var rauninni að verða útgáfa af Anítu sem mér langaði alltaf að vera. Mér langaði alltaf að vera aðeins rólegri, þú veist, mér langaði ekki að breyta mig, mér langaði bara að finna fyrir þessari ró. Það var alltaf, þú veist, ég var að horfa mynd, guð, það er að sækja mig. Þess kannski líka þessi innri tókstreita kannski. Innri tókstreita, þegar reynir bara þið klæjar í skinninu, þú veist, og þú ert alltaf svona, er ég kannski þetta, er ég hitt, þú veist, þú ert alltaf að reyna að finna eitthvað svör, af því þú getur ekki svara sjálfrið þér, þá ertu farin að leita svar annars staðar, og bara allstaðar. Allstaðar bara. Og svo eftir ég var í En þannig ertu búin að vera á þessum lyfjum alveg í mörg árið, það ekki? Þvíðlegum. Já. Ekki þessum per se, sko. Þessu voru svona sterkari þunglyndislyf sem ég var búin að vera á kannski, hvað ég segja, 3 ár. Já. Og þannig að já, og svo náttúrulega alls konar önnur lyf, þú veist, ég tek lyf sem kemur í veg fyrir manju, sem ég get hækkað, þegar mér líður þess að ég fari í manju, þá stígur þetta svolítið á skotta af mér, það var svona, þú veist, þetta maður aðeins niður, á góðan hátt, maður dettur ekki niður Nei, en bara svolítið niður á jörð. Já, algjörlega. Þannig að já, ég fer svo bara einhvern veginn aftur að vinna og ég var rosalega mikið að passa mig. Ég passaði að tala ekki mikið, ég passaði að hlæja ekki hátt, ég bara labbaði rólega, ég passaði að gera ekki neitt sem myndi fá fólk til að halda það að ég væri að fara í manju. Maður fær samt alveg svolítið í hjarta til þess að þú ert svo mikið að passa þig, þú ert svo mikið að maska. Já, svo mikið að maska, algjörlega, og það er í rauninni ekki fyrir en ég fer alltaf að detta úr vinnumarka aftur. Ég fæ svo brjálæðislegan kvíða á morgnana að ég bara kemur ekki í vinnu, ég bara hringi grátandi, þú veist, ritarinn upp í skóla, ég get ekki mætti vinnu í dag, ég er ekki alveg upp með besta. Og þetta fór alltaf svona, þú veist, fór í vinnu, datt úr vinnu, fór í vinnu, datt úr vinnu. Þangað til að ég og sálfræðingur minn í geðhvarfsteyminu komumst bara á því að ég hafði bara orðið fyrir svolítið tráma. Að hafa farið í svona full-blown manju, af því það er annað að fara í full-blown manju heima á Íslandi. Já, en ég gerði það, þú veist, 3000 kílómetra frá, þú veist, landinu mínu. Þú veist, það sem enginn talar ensku eða fáir, skilur, og ekki með manni og ekki með neina greining á bakinu, líka bara hvað hefði gerst, þú veist, bara maður getur ímyndað sér bara heppnina. Já, ef að krakkanir hefði ekki tekið svona móti mér eins og þau gerðu, eða þá að ég veit það ekki, það er náttúrulega bara fullt af mafíum allstaðar og æskilum að hugsa, þú veist, og það fór svolítið að koma eftir og bara, hvernig datt mér þetta í hug, hvað verið að gera, okkur gerði þetta, okkur var það svona, okkur gerði þetta og okkur gerði hitt og
þú veist, þangað til að og ég fór að segja henni alltaf bara hvernig ég væri að haga mér og hvernig mér líður og hún bara setti niður löppina og svo bara, veist það, nú er bara komið að því og þú talir mikið, hlægir hátt, labbar eins hratt og þú mögulega getur eða þú þarft þess Já. og bara gerir það sem við langar að gera og það sem veitir þig gleði, ekki vera að spá í eitthvað haldi og þú sért að vera í manju, eitthvað haldi og þú sért að þetta og þetta, þú veist, það má bara fólk halda það, af því ég þekki sjálf að mig best. Það er bara þannig. Æ, var komið flott að veita þér þetta. Já, og þarna fekk ég bara svolítið svona, þú veist, ég sast inn í bíl eftir hann tíma og ég bara svona, mér langaði að hlæja bara og bara öskra og garga og ég bara, þú veist, langaði að gera alla þessar hluti sem ég var búin að vera að bæla niður, þú veist, ég var rauninni búin að vera að bæla sjálfa mig niður í svo ógeðslega langan tíma að þetta braust bara út í kvíða. Já. Skilurðu, og streitu og ég var alltaf... Eðlilega, þú ert svolítið að bæla bara sjálfri þér. Og já, líka algjörlega. oft, þú veist, bara þínum styrkleikum og líka skemmtilega hliðina þér, og þú veist, bara við hræðslu. Þú veist, ég er bara að reyna að pakka karakter mínum saman staðan fyrir að leifa nú að standa upprétt. Og pælti bara að fengi þetta leyfi, já, þú veist, og ég set svona gæsalappir. Og maður þarf stundum því miður þetta leyfi. Guð, já. Skilur, eitthvað segja að bara, veist að þú mátt vera svo sem þú ert. Já. Og þú veist, og já, og þá, sko... áður en ég fór í manni, það átti ég Instagram-reikningin hennar.heimur. Ég var búin að stofna hann að því mér hefur alltaf, það er alltaf legið svolítið á hjarta mér að tala andlegt heilbrigði og alls konar svoleiðis. Þannig að ég hef oft verið að skrifa, þú veist, mér fannst það ógeðslega gaman að blogga eins og allir voru með hann að bloggsíður og líka bara þú veist algjör penni, þú veist, mér hefur alltaf þótt skemmtilegt að bara lesa það sem þú skrifar. Mér finnst það mjög gaman og þá stofnaði þetta, en hafði aldrei opnað eða skilur við pósta einu en þú veist, það vissi enginn af þessu. Svo náttúrulega allt í einu, bara í manju, þú veist, kannski ekki alveg komin í fullblón manju sem ég var þarna, en þá nokkur dögum áður. Þá opnaði Instagram-reikning og ég gjössanlega var live. Já, þegar þú fóst til Ítalíu. Þú veist, ég var bara live í manni. Í manniðinu, já. Eða kannski ekki þarna, þegar ég var á toppnum, skiluru, en svona sigla í áttina að henni. Og eins og einn besta vinkonum ég segði, hún segði að mér fannst nefnilega margt svo skrítið við það, og því þú til dæmis gerir aldrei, eða mjög sjaldan, það gerir náttúrulega allir það, þú gerir aldrei stafsningavillur á netinu. Þú ritskoða allt það sem þú setur inn. Skilur, bara ekki endilega bara það. Já, þarna varst að gera stafsningavillur. Já, og bara bulla. Þú veist, ég var bara með, þú veist, með freysin, skilur, ekki hafa ágjur á mér og fulla ferð og eitthvað svona sem ég hefði ekkert endilega gert og sagt. Sko, ég man eftir þessu. Ég ætla ekki að láta, þú veist, ég man eftir þessu. Já, akkurat. En ég man ekki eftir þessu. Þú veist, ég var náttúrulega á dag, þú veist, en ég get ímyndað mér verandi mjög náinn þér. Þú veist, ef ég væri ein af þínum bestu vinkonum og þekkti þér rosalega vel, þá væri ég örugglega alveg að pinpointa allt, bara nei, vá, þetta er ekki hún og hvaðan kemur þessi frasi. Og meina, sko, myndinar, þeir skoða frá þessu tíma, þú veist, ég var eins og væri bara, ég veit ekki hvað. Þú veist, þetta er svo, að því ég hef alltaf verið, sko, eins og alveg eitthvað að sagt mig bara, þú veist, alltaf svo vel til höfð og alltaf bara, þú veist, að mér líður bara betur þannig, skilur, en þarna var ég bara, ég get, þú veist, sem betur fyrir í dag, get ég hleyja þessu, að þetta er ógeðslega fyndið, skilur, í dag, þegar ég komin yfir tráma og þegar ég komin yfir þetta, þá er þetta, þú veist, já, þetta er góður svona 40-50 mínúna þáttur, sko. Já. Þú veist, þetta er alveg gott efni en pælti hvað þetta er magna að þú sett komin þangað að geta, það sýnir líka bara vinnuna og bara klappa öxl vinnuna sem þú ert búin að fara í gegnum. Ég held á tímapunkti að ég myndi aldrei komast, þú veist, og ég eitthvað neginn svona, það er bara alveg magnað og sérst líka, þú veist, á þessum myndum, þú veist, ég bara svona, vá, var ekki til matur eða drykkur á Ítalíu, þú veist, ég er bara kynnsoginn og bara, þú veist, öll eitthvað svo grísjótt eitthvað, þú veist. Þannig að já, eftir að ég komst svo betur, þú veist, svo fór ég svona annars slagið að posta þegar mér fór að líða betur, svona annars slagið. En það sem stakk mér svolítið var að það var ein mannski sem sagði við mig bara,
að því ég náttúrulega póstaði fullt hana í manju, hætti, skilur, og svo fór ég aftur að pikka upp þráðinn. Já. Á sko með meiri eðlilegum nótum. Já. Og og svo hitti ég eina, ég hitti eina úti á djamminu og hún alveg, já, ég var með þetta spá í, þú veist, þegar þú byrjar að posta aftur hennar heimi, hvort þú væri komin aftur í manju. Og þá stakk það mig. Já. Skilur, þá fekk ég alveg bara svo, þú veist, mér leið bara eins og að kýlt mig í magan. Þú veist, ég bara svona, og þú veist, og langan tíma. Það er ekki raunin. Nei, það er ekki raunin, að því trúðu mér ef ég væri í fullblón manni, þá vonu ég svo innilega einhver takja mér síman. Já. Skilur, þú veist. Og þannig já, svo ég hef svolítið bara verið að nota þennan Instagram-reikning bara til þess að svona vekja, þú veist, að því að ég var sjálf með ákveðna fordóma áður en ég greindist með geðhvarfsýki. Þá var ég alveg bara svona, það er bara svona fólk sem býr út á götunni og bara fólk sem er svona á hinsegin og eitthvað. Þangað til ég bara þurfti að feysa sjálf og það er bara ekki þannig. Það er bara eins og ég og þú, fólk með geðhvarfsýki, skilur. Og þetta er bara eins og hver annar sjúkdómur, kannski aðeins alvarlegri en kvíða og þunglyndi, en þú veist, þetta er bara sjúkdómur sem þú þarf bara að tækla og meðhöndla. Og þess vegna hefur þessi hennar heimur Instagram-reikningur bara gefið mér svo ótrúlega mikið, þú veist, ég bara svona einhvern veginn með þetta svona tjáningafrelsi sem ég hef þörf fyrir. Og mér finnst bara ógeðslega gaman að sýna frá því að ég er bara ósku venjulega 2 barna móðir sem býr í úthverfinu, skilur. Nei, algjörlega. Og lifi með þennan sjúkdóm, skilur. Þú veist, og það er ekkert, ég er ekkert verri móðir, ég er ekkert verri maki, verri dóttir eða neitt fyrir vikið, skilur. Þú veist, af því það hefur alveg, þú veist, það hefur alveg komið svona, þú veist, maðurinn minn hefur alveg fengið, já, er allt í lagi með hann? Er allt í lagi, og ég sá hún var að posta. Já, hefur hann fengið frá öðrum? Hann fengið frá öðrum. Og það fyrir allt svona, þú veist, er fólk í alvörinu bara ennþá þar að spá og spekulera hvort að manneskja sé, sem er náttúrulega hugsa kannski að þetta sé bara væntumþykja. Þú veist, og kannski er þetta bara væntumþykja. Sko, kannski einhverjum, en síðan erum við bara í litlu samfélagi og fólk þrífst á þessu, sérstaklega okkar samfélagi. Akkurat. Það er bara forvitið og það er alveg magnað. Og finnur pingponta alveg svoleiðis. Og ég var að tímabili ef ég sá að ég setti eitthvað inn með smá stafsendingavillu, þá var ég bara jæja, nú koma þú veist, og ég var stundum að taka út að setja aftur, þú veist, en núna er ég bara svona ein stafsendingavillu til eða frá, ég er ekki fullkomin. Nei. Það er heldur ekki skemmtilegt ef ég ætla að vera bara og það skiptir ekki máli allt fullkomið og bara, þú veist. Nei, en líka bara að vera þú veist, reyna að losa sig við þess að tókstreitu að pæla í hvað öðrum finnst er bara svo magnaður styrkleiki og að vera að ná því. Því ég held að þú veist, við séum öll þarna að pæla rosalega oft í því eitthvað tíman, þú veist hvað öðrum finnst. Nákvæmlega. Mér finnst það alveg sína ótrúlega mikið styrk ef maður er komin yfir það að vera bara I don't care. Já, nákvæmlega, þannig að ég er bara að gera þetta fyrir mig en það er það sem ég segja, þú veist, þannig og sérstaklega út af þú veist, mér finnst það sína svo ógeðslega mikið bara hvað þú ert sterk að þú veist, og flott manneskja að berskjalda þig svona því ég get ímyndað mér, þú veist, að berskjalda sig svona og að þú veist, þá er það kannski erfiðara fyrir vikið því þá er maður kannski þar og kemur eitthvað lítið skratti að þessi segir mann bara það eru fleiri að tala um mig, það eru fleiri að pæla þessu uppteknir af mér, er hún að fara í manju núna, er hún langt niður núna það er nefnilega, þú veist, málið, þú veist og svo er ég líka að passa að vera ekki endilega bara postið þegar allt gengur vel af því þú veist, það er alveg búið að ganga vel í mjög, mjög langa tíma svo fóru út fjölskyldan í 3 vikur til Danmörku og þegar ég var búin að vera í svona kannski 2 vikur það var ég alveg svona, orðin eitthvað svona óróleg. Já, þú ert að tala daginn, sumarfríð. Já, var ég eitthvað svona óróleg og gæti ekki setja í kjör og það er erfitt að sofna og þá fór ég alveg svona, og ég get þetta rótleysi að vera eitthvað annars staðar heima frá það, getur það verið að tryggera eitthvað hjá mér. Þú veist, þannig að ég hringdi bara í geðlækninn minn og við samþykktum það bara að hækka ákveðni lyf hjá mér. Já, meðan þú varst úti. Meðan ég var úti og það tók bara eitthvað 5-6 daga og það var bara góð sko. Í alvöru. Þú veist, það var líka svo mikið svona
hvað ég segja, það var svo mikið svona, ok, vá, ég get gripið í þetta, þú veist, Já. ég var alltaf búin að heyra ég geti hækkað þessi lyf, Einmitt. þurfti ekki að hringi í konga eða prest með það skilur en ég bara svona virkar þetta, skilur, Já, svo bara já. leiði tók þessi lyf og man, ég sat í bílnum og ég bara svona, sat í bílnum, ég sat ekki alveg upprétt spennt baki og til Já. í tuski, skilur, ég var bara svona, ok, bara að njóta bílferðunar, skilur, þú veist. okay. Þannig að þú veist, leiðum maður svona segi frá því líka, það sýnir líka svolítið fólki að þú veist, maður bara mannlegur, skilur. Já, og líka bara þetta hverfur ekki bara. Nei, þetta hverfur Þú ekki veist, bara, þú veist, þótti mér líði vel í 5 ár, þá Já. ég samt alveg hætti að fara í manju eins og fyrir 5 árum síðan. Og umhverfið skiptir voða miklu Það máli. skiptir alveg gríðarlega miklu máli því leið og, þú veist, ekki það að maður leiði eitthvað illa í húsinu eða eitthvað Nei. þannig. Ég bara svo mikið rútínu kelling að það ekki svona fyndið. Þú veist, ég bjó mig til rútínu á geðdeild og það héldu allir að ég væri starfsmaður, skilur. Já. Skilur það, því ég fór bara í skápinn og náði handklæði og græja þetta og græja hitt og Já. allt þetta, skilur þú veist. En þetta er kannski hluti að því sem er líka heldur þér svona Þetta intakt og leifir já, þér líka, eða þú það leifir gerir kannski það. sjálfur með þessari sjálfsmildi líka Já, að akkurat. gera þessar hluti því ég, þú veist, ég hefði mitt haldi og ég viðurkenni alveg að mér finnst ótrúlega gaman að fylgjast með þér Já, takk fyrir. og og þú ert náttúrulega ótrúlega opinanna og talar að vera að fara í 3 vikur út. Þú veist, ég hugsaði mér þess að bara 3 vikur úti, Já. þú veist, ekki heima hjá henni, Já. öðru húsi, allt þetta líka bara út að ég hef ótrúlega áhuga á þessu geðheilsu bara, já, og bara á akkurat. geðhverfisíki og bara öllu sem við kemur andlæri heilsu Já. og hegðun. Þannig að þú veist, ég mér þess að fór þangað bara, Já. vá, þetta er voða langt, en bara geggja spennandi, eða þú veist þetta, en það kom alveg, bara, En það þetta kemur er langt. Og mér langar svo að spyrja, þú veist, þegar þið voruð að plana fríð, var eitthvað annarkvort hjá honum, magaðinum, Já, Arnari. já, og eða þér sem var eitthvað, gæti verið að þetta sé of langt, gæti verið að ég höndla þetta ekki, eða varstu bara, herðu, ég ætla þá bara að gera það, Já, tækla, þú veist, ég tók hvernig- það eiginlega mér þann, þú veist, pól á það. Ég bara mani þeim svo ég var að taka lyfið minn til, ég ætla bara að hafa nógu mikið með mér, eða bara ef eitthvað kemur upp og það er í öllu reiðbúin. já, Þú veist, ég var bara með kvíðastillandi og allt þetta sem ég þurfti að halda ef eitthvað kemur upp á, skilur, þú veist. Og jú, ég þurfti að grípa í það, skilur, já, þú veist. Og, en minnst þú samt sína svo mikið með þauður ekki, að samt, og Já. þannig ertu út að síðast þegar þú fórst mögulega gerð og eða Já, svona já. manni og þú veist, þá varstu erlendis, Já. að þannig ertu að fara út Já. og í þennan tíma að bara taka skarið og bara gera það, Já, bara akkurat. rífa plásturinn. maður þarf eiginlega bara að, þú veist, ég get ekki verið hrædd allt mitt líf. Nei. Þú veist, ég man þegar ég var yngri, þú veist, svona 14, 15, 16 ára, þá var ég alltaf svo hrædd að vera kvíðin. Þú veist, þannig að ég var kvíðin fyrir kvíðanum. Já. Þú veist, hrædd við kvíðan, Já, æskilega, já. þetta var bara spærela. Svona vítahringur. Já, bara algjör vítarhingur. Þú veist, og í langa tíma var svo hrædd að fara aftur í manni. Svo, þú veist, og nú er ég bara svolítið svona, veistu það, þú ert með heilan her á bakvið þig, það er alltaf eitthvað sem pikkar í öxlina eina, þú ert búin að gefa fólkinu leyfi til þess að pikka í öxlina, þú veist, þótt þess að ekki bara hringi geðlækninn minn, láta geðlækninn minn hringi mig. Já. Já. Æskilega, Já, þú veist, einmitt. Bara fara þetta traust þá leið, og trúa. Já, ég er bara búin að Bara- gefa þeim það leyfi, þannig að í dag, þú veist, jú, það er ég alltaf kannski pínu smeyk að fara í manni, það er ekkit gaman að vera í manni og gera alls konar krúsitúli svo er þetta ekki endilega stolt af, sko, Já, Nei. þú veist, en ég get ekki verið hrædd við manni allt mitt líf. Nei. Skilu, ég get ekki eitt líf minni bara í það að vera hrædd við að fara í manni og það sé, þú veist, að því að þá ætti ég raunin bara að vera hrædd að vera fyrir bíl eða eitthvað. Já, Út af því, einmitt. þú veist, það getur gerst það getur gerst hvernig sem er, manni getur gerst hvernig sem er, þunglindstífa getur gerst hvernig sem er, en nú er ég bara með hólatæki í höndunum sem gerir mig kleift að grípa inn í þegar eitthvað bjátar á og ég verð bara að vera vaka, kannski aðeins meira vakandi fyrir því næst ef ég ætla mér að vera svona gasalega sniðu og að fara út í 3 vikur, Já. að vera Nei, bara með akkurat. það bak við eyrað og þá kannski bara, þú veist, vera búin að hækka skammti minn kannski þegar búið að líða 5 dagar af ferðinni Já, einmitt. eða þú veist, að ráðfara mig betur við lækni minn eða skilur þú veist, þannig var ég kannski svolítið köld, ég við ekki henni það alveg var kannski svolítið köld en ég nenni ekki samt alltaf að vera að eyða lífinu mínu í að vera bara hrædd skilur, þú veist Nei. Hvers konar lífi það? Já, þetta er eins og þú veist, ég er alltaf að býða eftir að fara í næsta sykufall eða eða úr mér sykursíki, æskilur þú veist, að vera að býða alltaf eftir eitthvað slæmt gerist af því þú veist, fyrir mér að maður geðhvarsíki er engin dauðadómur. Nei. Mér fannst það fyrst,
Já. Fyrst var ég bara, nei, bara með geðhvarfsýki. Þú veist, mér langar að segja bara, þetta effing joke í mér, þú veist. En núna er bara svona, ég veist það, þetta er bara svona my perk. Skilji hvað ég við, þetta er bara svona partur af mér og þetta er bara, sem gerir mig quick og sem gerir mig þetta og sem gerir mig mjög líkari þessara manneski sem ég er mjög glöð að vera lík. Ég er mjög lík ömmu minni og ekki það, hún var aldrei greint með eitt eða neitt svona, þú veist, við erum bara báðar svona quick og hressar og vorum báðar quick og hressar og þannig að já, ég er svona. Ég líka að hugsa, veist, hvað þú ert að setja mikið, því þú veist, maður getur ímyndað sér að það kannski geta allir hópurinn að fylgja þér, vonandi, en margir, út af það, hann er opinn með eitthvað, þú veist, að aðrir sem eru með geðhvarfsýki, þú veist, aðra konur, eða ungar konur, eða stelpur, þú veist, bara hvað þú ert mikil fyrirmynd, þú veist, bara, og líka þetta, þetta er ekki döðadögmur, þú veist, og fólk er með alls konar fylgikvilla og alls konar, þú veist, og líka bara, þú veist, það sem, þú veist, eftir ég opna þennan miðil og hann fór svolítið á flug, þú veist, þá er ég búin að fá bara þvílíkt mikið af skilabóðum og þvílíkt mikið af bara átt svo yndisleg samtöl við svo marga að, þú veist, ég bara svona, þú veist, það búið myndast bara eitthvað svona lítið samfélag sem ég bjóst aldrei við að myndi myndast þannig, skilur, og mér finnst bara svo dásanlegt að geta veitt einhverjum smá vonar neista sem sér ekki ljósið og enda gangarna, skilur. Nákvæmlega. Mér finnst það bara, svo mikil gjöf. Mér finnst það bara algjör gjöf. Já, takk. Því líka, þú veist, maður getur ímyndað sér, þú veist, það er alveg fordómar. Þú veist, maður er hræddur við það sem maður sér ekki. Þú veist, maður er bara að sjá hann sjálfur, skilur. Þú veist, og ég man alveg þegar, þú veist, ég heyrði, þú veist, hún er mikið geðhvarfsýki og þetta, þú veist, ég var fyrst alveg bara svona, ok, þú veist, ég vissi hún var hæper. Eða skilur, þú veist, ég vissi að nei, og ég man í einhverjum, þú veist, hittingi eða mömmu hittingi eitthvað, þá varstu bara, þú veist, ég er með ADHD, það er bara bóka, ég er bara, þú veist, mannst ekki, þú veist, þú ætlar að fara í einhverja greiningu eitthvað. Þú veist, allir sé ekki ennþá sem byrjast það. Og ég var, nei, og þú veist, og ég man þá var ég bara, vá, það er komið tími til. Já, akkurat. En þú veist, þetta var held ég, sko, mér langar að segja 2018 eða eitthvað. Já, dætur okkur eru fættar þannig að sumarið 2018. Já, kannski vera 2019 eða eitthvað. Eða hvort það var bara um haustið eitthvað. En og við röppum aðeins hérna saman áður en við byrjum að taka upp og eitthvað. Og þú ert greind með geðhvarfsýki 1. Getur bara svolítið stikla á stóru fyrir það sem maður veit ekki og bara til að fræða okkur betur. Þú veist, munin á geðhvarfsýki 1 og geðhvarfsýki 2. Sko, munurinn er rauninni, sko, geðhvarfsýki 1, þá ferði í full blown manjur. Manju eða full blown manju. Sérst, alveg bara efst upp á tindinn. Ok, svolítið sem endur speglar kannski Ítalíu. Já, svolítið sem speglar, þú veist, algjör drast bara út úr karakter. Bara gilti kjóllinn bara gilti kjóllinn, bara fætt neymið. Ég þarf að sjá mynda sem kjól. Já, ég er með, það voru kíkja á, ég bjóð til ríl sem er með allir fötunum sem ég keipti. Nei, ég er ekki búin að sjá það. Ég er bara skrólaðast það, svolítið síðan. En allavega, og ef þetta er bara svona baseline á okkar, full blown mania, geðhvarfsýki 1 fer alveg í full blown manju en þetta er svo alveg líka mjög djúpt niður en geðhvarfsýki 2 segi fer bara svona í hypomanju getur alveg að fara manju líka en svona líklegir til þess að vera hypomanju en fer jafn langt niður þannig að rauninni hversu alvarleg manjan er það útskurður svolítið að þú ferð alveg jafn djúpt niður og jafn slæmt þunglindi eftir ég var búin að lesa eitthvað tímanna, þú veist, í DSM að þetta var þetta var ekki, þú veist, geðhvarfsýki 1 og geðhvarfsýki 2, þú veist, þetta var held ég depressive, Helgi, þú getur kannski sagt mér hvort að segja rétt þetta var eitthvað depression þetta var bara hyperdepression þetta var eitthvað þú veist, út af einmitt þunglindislegðinni en síðan var þessu breytt út af hypomanjunni og svo manjunni sjálfur þú veist, eða full blown manju svona, og svo fór kynntist ég ekki þessist, ég var beðin að vera með erindi á ráðstefnu alþjóðlegri bipolar ráðstefnu í Hörpunni í fyrra vil ég segja og
þá er ég beðin að tala blandað ástand. Blandað ástand? Já. Okay. Mixed episodes. Hvernig, nú verður að segja, Já, ég hef aldrei heyrt þetta. Já, ég hef aldrei. Og þá ertu í þunglindstífu og hypomaníutífu. Já, þunglindstífu og maníu á sama tíma. Já. Og það eitthvað sem ég hef upplefað. Þá ertu, þú veist, þið langar að gera svo mikið og þú ert alveg bara, þú veist, en þú kemur ekki verk. Það allt svo erfitt. Þú getur ekki, þú veist, en þeir klæri skinninu, þú getur ekki sitt í kjör. Þú ert alveg bara, já. Bara eirðalaus, en kemur samt ekki kemur ekki í gang og allt svo ömulegt en kannski samt alveg smá skemmtilegt ég veit það samt ekki, skilur þú veist þú ert svona, þú ert báði pólanir eru bara, þú veist bara, já og ég var beðin að vera erindið það og og það var svo gaman að þau voru sálfræðingar, ég var búin að vera með 2 sálfræðinga í geðhvarfsteyminu Landspítalans, þau voru báðar á ráðstefnunni og sáum mig flytja þetta erindi og og ég vissi ekki þetta ástand fyrir en ég var beðin að vera með þennan þetta erindi þá fór ég svona grannskoða, þú veist, áður en ég svaraði náttúrulega, þú veist, þá fór ég svona grannskoða hvað þetta væri og eitthvað og hringdi í geðlækna minn og hann, já, ég hef aldrei heyrt hann, já, ég er búin að vita þetta í svona 30-40 ár, ég var alveg, já, ok, ég hef ekki hugmynd hann, já, þú ert alveg búin að fara í svona anendaminn, já, ok. Þannig við greiningu, það er ekkit eins og að gefi bara bæklingur, bara svona er þetta, hérna birtingamyndin á þessu, þetta er bara eins með ADHD greiningu, eða þú veist, það er ekkit gefið. Nei, þú ert bara einhvern veginn, þú veist, mér finnst líka oft þannig að vanta skilur að því nú er ég á ég 2 stelpur sem eru að verða 4 ára og 7 ára og útskýra fyrir þeim hvað geðhvarfsýki er ekki eitthvað sem ég kannski alveg að fara að gera strax. Nei. Skilur, þú veist, þetta er bara svo flókið hugtak að ég get ekki alveg útskýrt það bara get ekki fara að segja við þegar mamma er rosalega hress þannig að það næst þegar ég hlæði þá halda þær í sig verið manni þau eru náttúrulega svo einföld skilur, þannig ég hef oft svona talað þetta við þær, þú veist, eins og ég tek lyfið mín að mamma þarf að taka lyfin svo hann líði betur og sé líði betur og það gangi vel hjá henni og svona, þú veist, en ef mamma tekur ekki þá getur hún rosalega leið og illt í hjartanu og ég talaði rosalega mikið, þú veist að vera illt í hjartanu bara þegar voru litlar þú veist, þegar maður er yngri þá er svo mikið í hjartanu þú veist, maður er illt í hjartanu að maður líður illa og allt þetta en núna er kannski hjarta orðið meira líffæri skilur, þú veist, það getur bilað skilur, þannig ég er svolítið að fara að tala um þú veist, að vera bara illt í sálinni þú veist, við erum með svona sál innan með okkur maður getur verið illt í sálinni eða verið rosalega glöð eða hvað það er og mér finnst eitthvað svona sem, þú veist, foreldrar geta gripi í hendun og hvernig á ég útskýra fyrir barninu mínu hvað er að vera með geðhvarfsýki, þunglyndi, kvíða Já, einmitt, bara allir þessi sjúkdómar skilur, þú veist af því að, þú veist, hvað gerist ef mamma fer í viku hvar er mamma? Já, auðvitað þú veist, þú veist, og þær eru bara já, semst þar eru 2 stelpur með okkar heimur segi ég. Þá eru við með semst já, eru við með svona smiðjur fyrir krakka sem eiga foreldra með geðræna vanda. Og ég sé sjálfbóliði hjá þeim. Geggjað. Og þá svona finnst mér ég geta að nota mína krafta að vera með þessum krökkum og ungmennum líka. Þannig að þetta er ótrúlega flott starf sem þær eru með. Frábært. Já. En það þyrfti klálega eitthvað svona námskeið eins og, þú veist, S.A.A. þau eru með svona námskeið fyrir krakka sem að foreldrar eru fíklar. Og kannski líka bara eins og, þú veist, mér dætti strax þú veist, kennslumyndband. Eða eitthvað svona fræðslumyndband. Já, ég held að það sé allt í bígerð, sko. Ég held að það sé eitthvað í bígerð. Já, frábært. Eitthvað sem að þið getu hlusta á saman eða áður en eitthvað. Akkurat, þú veist, ég man eins og þegar ég lá hana geðdeild í annað sinn, þá var stelpa mín bara nokkra mánaða nei, hún kannski 1 og hálfs og þú veist, þá hringi ég á FaceTime og það var bara allt hvítt fyrir aftan mig og það var allt svo hrátt og ég skilur, þú veist og þetta, hún alltaf það lítil og hún skildi ekki neitt mamma var bara í símanum og hún var bara með pappa og allt það ég hef alltaf passað mig á því að þegar ég veikist að þá raskast rútínur á stelpunum mínum aldrei
þú veist, bara það verða að vera greitar, klæddar, fæddar þetta verður að vera og fara út í daginn hvort sem leikskóli eða skóli, þú veist, þetta bara verður að vera í, þú veist, að því þeirra rútín má ekki raskast ef að mín rútín raskast vegna veikita minna skilurðu, þú veist, og það hefur alltaf verið svo rosalega að hjálpa mér rosalega mikið að eiga börn upp á það, þú veist eins og ég sagði einu sinni, þú veist, ég lá upp rúmið, mér langaði ekki að fara upp rúminu, það var allt svart, það var allt myrkra, þá til lítil hönd strauk mér fangið og sagði mamma ég var að koma fram. Þú veist, og þá einhvern veginn bara verður að fara fram. Já, nákvæmlega. Þú veist, þú ert með litla manneski sem stólar á þig og þú bara verður að fara fram. Þannig að þær hafa alltaf, og bara ásamt fjölskyldum mín, verið mitt akkeri. Skilurðu, þú veist. Þannig að það svona, þær eru svona mitt heima og hafa alltaf verið frá því að, þú veist, að því ég var einhvern veginn rosalega týnd áður en ég var mamma. Að því ég var greinilega alltaf ykkur tókstyriti við sjálfa mig. Þú veist, vissi ekki hvað hlutur ekki átt að vera í, hvað ætti að gera, hvað ætti að segja. En samt að þurfa að vera í einhver rótfesta í þinni. En hef alltaf verið svo mikið, þú veist, ég hef alltaf þurft að vera í hluturki. Ég hef alltaf þurft að bara eiga mín verkefni og allt þetta skilu, ég var alltaf í vinnu. Þú veist, það var alveg mitt hlutverk líka en bara þetta en bara ekki nóg kannski það bara svona, hvað ég segja fyllti mig ekki Nei. Þú veist þannig að bara leið og ég fekk hann í fangið á mér eldri dóttur mína, ég bara svona þú veist, og geta gert það svo í annað sinn þá bara svona magnar það enn fremur þú veist þannig að það er alveg magna þannig að þau hafa svolítið hjálpa þér í gegnum þessa vegferð algjörlega sko. Þú veist og ég líka sko þú veist svo náttúrulega maðurinn minn hann er svo rólegur að hálfa vera hellingur við erum svo mikið yin og yang að það er ekki svona fyndið sko þú veist sko mér langar alveg að spyrja þú veist hvernig og þá nefnir náttúrulega eitthvað samband og þú veist hvernig hefur þetta gengið, bara með greininguna með, þú veist, þegar þú fórst til Ítalíu sko, fyrsta skipti sem ég reiddist á Ítalíu það kom aldrei ég er búin að fakta staðfest að ég kom aldrei til að fara fram við neitt ég var aldrei dónalega ljót við eitthvað þú veist, ég er mjög ánægð með það allavega, en ég reiddist eitt skipti mjög mikið þegar ég tók upp tólið og Arnar maður minn var næstum grátinær hinum með við símann skiluru sem ég vissi bara að því það ruggar rosalega lítið það þarf rosalega mikið svo bátnum hans er ruggað það hefur alltaf verið svo rosalega mikið akkeri í mínu lífi að það þarf rosalega mikið til þess ekkur þannig að þarna var búið rugga bátnum mínum þá fór að minna fullt skilur þá alveg bara svona þú veist og það hefur þetta hefur alveg verið meiri ávinningur frekar en eitthvað tap þú veist, út af því að þarna þekki ég sjálfa mig miklu betur þú veist og það sem ég hugga mig oft við það, þú veist, ég bara svona, já ok, hvað ef ég breytist eða hvað var eitthvað, þú veist, þá bara hugsa mér bara, nei, veist að hann var samt ástfanginn á Anitu áður hún fekk greiningu þannig að eftir hún fekk greiningu getur henni stjórna inn að gæsa bara sjálfur betur skilur og bara skilið sjálfur sem betur mættir kannski já, akkurat, þá er einhvern veginn þú veist, það hefur gengið bara skuggalega vel það er einhvern veginn þú veist, ég eins og þegar við vorum nýbyrjuð saman þá sagði einhvern veginn við mömmu mína bara mamma, ég fæ hann ekki til að rífast og mamma horfði svona á mig bara akkur viltu rífast Anita ég fæ hann ekki til að rífast mig það var alltaf mikið spenna og ég var vön því búin að vera þannig samband áður og ég var vön þessar spennu og þessu kikki þú veist að bara hann einhvern veginn hefur alltaf róum niður þú veist ég einhvern veginn kannski alveg sé eitthvað í tölvunni eða sé eitthvað og ég bara svona nei lít svona á hann, eða segja hann frá lít svona á hann og hann bara svona, já ok, ég held að þetta verður alltaf lagi það verður alveg, ok þetta verður alltaf lagi þú veist, einhvern veginn og hann er náttúrulega bara með leyfi eins og foreldrar mín og systir mín og bestu vinkonur mínar að pikka í mig ef að það er eitthvað, þú veist og ég er búin að reyna að lofa sjálfum mér að verða ekki reið ef þau gera að ég skilur það, þú veist, af því að
ef ég fer ekkert manu og sé það ekki, þá gæti orðið reið, skilurðu, þú veist, en ég ætla að reyna mér bestu geta að gera það ekki, en ég veit að ég get alveg garantíað hvernig ég bregst við, sko. En var eitthvað tíman, þú veist, eftir greiningu, sem að þú varst bara eitthvað, þú veist, með kannski, þú veist, ég veit ekki, kannski minnumáttakenndu eða eitthvað, þú veist, bara, þú veist, hvað ég eiginlega bjóð honum upp á, eða, þú veist, eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona, þú veist, ég hef oft hugsað, þú veist, bara, þú sést bara birtingamyndin af því að þetta ekki eitthvað sem að þú, þetta sem þú ert með og þetta ekkert verra, eða þarf ekkert að vera verra, æskilur mig, þú veist. Þannig, sko, ég hef oft hugsað, það hefur alveg komið fyrir, ég hef hugsað, þú veist, lífið svo auðveldara ef hann væri ekki með ykkur með geðhvarfsýki, þú veist, svo væri ég bara að minna mig á það, þú veist, hann var ástfanginn af mér. Já. Þú veist, hann ekkert, ef ég væri með krabbamein, hann ekkert minna ástfangnar á mér. Nei, nokkulega. Skilur, hann myndi ekkert eitthvað svona, nú er ég út, nú er ég farin. Það alltaf mikið batteri að fara í gang hér, bara, þú veist, þannig að, nei, þú veist, auðvitað hafa alveg komið þannig hugsun að þetta ekkert eins og bara að vera með kvíða. Skilur, þetta aðeins alvarlega sjúkdómur en það, sko, þótt að en svo veistu líka, ég spyr bara núna bara af innlegni. Já, algjörlega, ég vil bara endilega fá þessar spurningar, sko, þú veist, að ég alltaf þannig, nennir bara plís að spurja mig, að hún ferði að tala við mannski við liðin og segja, herru, ert í manni, þú spurðu mig bara, anda líður ekki alveg ágætlega. Eða eitthvað skilur. Eða bara, ert í manni. Já, eða bara, ert í manni, eða hvað svarstu mikið í nótt, eða hvað ertu búin að kaupa mikið síðustu 2 vikur. En tryggur það við ekki? Að fólk spyrir mig? Nei, ekki lengur. Það gerði það alveg. Maður getur alveg ímyndað sér það. Það tryggur bara því að ég var sjálf ekki búin að lifa sárónum mínum að gróa því ég varð fyrir svo miklu tráma og ég átta mikið á því fyrir ég fór alltaf dett úr vinnu út af einhverjum kvíða sem enginn skildi. Þetta var vinna sem ég er búin að vinna lengi, vinnustæðar sem ég er búin að vinna lengi á. En þetta var bara tráma sem var bara endalaust bara, nennur að vinna úr mér, menn ég bara, ekki núna, þú veist, bara, það kom fyrir, þetta er búið að gert, málið dautt, halda áfram, þú veist, ég hef svo mikið oft verið þannig típa, en í dag er ég meiri bara svona, þú veist, ef ég er að hugsa eitthvað, þá bara verð ég að fá að spegla mig, skilur, þú veist, eins og ég sagði, þá kom eitthvað tímabil sem ég fannst allir vera að skilja. Mér fannst bara allir vera að skilja. Það koma þannig tímabil. Nei, við vinkonum höfum alveg talað það. Það kemur ár þar sem það er allir að skilja. Allir að skilja og allir að hætta saman. Eða þá tala um eitthvað bæjarfélagi. Já. Ægilega, sko. Ég er bara svona, ég er ekki alveg að tengja það allir að skilja í Kópavogi. Í Reykjanesbæ. Þá hafa komið svona, þetta er svona eins og línuritt, þú veist, fyrir upp og niður. Það er ótrúlega merkilegt. Þetta er alveg merkilegt, sko. Ég veit ekki hvað er í gangi. Allavega, þú veist, eitt skipti var ég sitt svo oft í stofunum minni og er bara eitthvað símanum og hann er að horfa á sjónvarpi. Svo kem ég bara hana og hlamma mér í sófan og alveg mér finnst allir vera að skilja. Hann alveg, ok, hverjir? Ég nefnir. Ok, og svona hikandi ég alveg, þið langa ekki að skilja það náttúrulega. Hann eitthvað að horfa saman bara hvaðan kemur þetta Anita? Ég bara neynið þú veist, mér langar ekki að skilja mér finnst bara allir vera að því og mér finnst þetta bara að vera svona þetta er bara hópþrýstingur þetta er bara hóp, þú veist bara alveg, er ég næst? Já, mér finnst bara svona eins og það er bara að vera að horfa á mig eins og þetta sé bara eitthvað tagl og bara, já, Anita Arnar, búm bara þetta kom bara svona eitthvað að mér og þú veist, og það er sem ég segi ég verð bara að fá að segja bara svona þú veist, í staðan bara að hugsa verð ég bara að fá að koma út sama og hann veit það stundum er alveg kallað það er svona veggur sem aðskilur sjóarsóli á stofuna og stundum er Arnar og hann er bara hvað er hann spyrir einhvern svona hamfara hugsa en það er svo ekki að það hefði nú fyrir þessu hann hlægir eiginlega meira á mér heldur en að vera eitthvað móðgast út í því sem ég spyr hann sko, þú veist, út í því ég veit ekki hvort það sé kannski þú veist, við erum alltaf það er 10 ára á milli okkar og kannski er hann bara komin lengra lífinu en ég veit ekki þú veist hann er bara en þið augljóslega samsvari hvort öðru og bara svona við erum bara einhvern veginn erum alltaf á sömu bylgjulengd þú veist, við erum einhvern veginn
það einhvern alltaf bara herði nú verður hún að fara í YouTube-pásu bara vákvað ég var að fara að segja þetta við þig eftir bara, æskilu við erum einhvern veginn alltaf svo ótrúlega samstíga og þú veist, ég held að sé bara að því við erum bara svo ótrúlega ólík þú veist, við erum svo mikið yin og yang skilur, þú veist, hann dregur mig á jörðina menn ég aðeins svona, þú veist, jú, skulum mála skulum bara mála aðeins svona, smá kvatvísi smá kvatvísi og það einhvern veginn, þú veist það sem hefur verið, til dæmis þessi kvatvísi hefur eitthvað verið allt mitt líf sko. Þú veist, ég hef gert alls konar krúsitúlur á þess að koma einhverjum í hættu skilur, þú veist. Þú kallar þetta í annað sinn sem við segja krúsitúlur. Já, þetta svona, já, þetta er svona krúsitúlur. Ok, það er svo fyndið. Það ég veist að gera eitthvað krúsitúlur þú veist, það var að fara í crossfit eða fara þetta, þú veist. En eftir að ég var mamma það hefur svona hvatvísin svona aðeins dreigja úr henni þú veist, af því ég man ekki hvað ég gerði, ætlaði ekki bara að mála 30 metra vekk heima með mér eða eitthvað þegar mamma sagði mér bara þú verður að passa hvatvísinni af því nú ertu mamma og það er ekki alveg hægt að dempa sér í hlutinu kannski eins og maður er vanur þá er alveg svona, já ég það kannski að þú veist, þannig að núna er ég oft svona ef ég fæ eitthvað það er alveg ok, ef ég er ennþá bælið sér til 2 vikur þá skal ég þetta Er þetta ekki meira bara að þú ert farin að læra líka meira inn á þig og svo líka kannski þarf maður ekki endilega að passa sig því þú veist, þú hefur kannski ekki tíman til að taka upp á þessari hugsun aftur því þú veist, það er svo mikið annað sem að bara þetta er svolítið góð regla hjá mér ég segja átt svona, ég tala við eftir 2 vikur svo bara kemur þetta kannski þetta er svona eins og með að sér ykkur að flík og ég er svona, þarna fæ ég oft kvíða því ég er ekki þessi típa sem er bara, ég ætla bara að fá mér þetta því þú veist, jafnvel þóttur hún sé ódýr þá er ég alltaf bara, svo mikið ég er að reyna að draga úr og eitthvað svona ef ég hugsa hana aftur veist, þá fer ég og fæ mér eitthvað en málega, þú veist, mér veist, ég tengur svo mikið við því þú veist, við tölum ég er alltaf að missa tækifæri nei, alvöru ég er alltaf bara smá við það, en ég er samt mjög mikið millivegur ég er svona, ef hún er ennþá ef mér langar í þetta, þá er það bara match made in heaven, þá ég að kaupa mig flíkina en nei, þú veist við tölum áðan með ADHD-greininguna og geðhverfasýki, 1 eða 2 þú veist, og mér finnst bara lýsingarnar einar, mér finnst og örugglega margir hlustendur kannski, sem eru með ADHD eða geðhverfasýki eða ekki, sem að tengja samt ógeðslega við það sem ég segir því ég tengja ógeðslega mikið við það sem ég segir veist, ég er alveg hvatvís og ég fer alveg upp og niður og allt þetta veist, var tímapunktur það sem út af ef við fyrir aðeins tilbaka þú veist, bara örstuðt þegar hún er að fara að gefa mögulega herri skammt af þunglyndislyfjum og hún segir við því að þessi skammtur geti tryggra manni að þú ert með undirliggjandi geðhverfasýki þú veist, var þetta í fyrsta skipti sem að þú mögulega, eða þú veist, kannski varst ekki eins og ástandunni til að get ég verið með þetta nei, þú veist, ég hugsaði það rauninni ekki, ég bara fekk að heyra þetta hugsaði náttúrulega bara, þú veist, ef ég er með geðhverfasýki, okkur er að fara svo leið svo bara svona, ég veist að en hafðir aldrei pælt í því áður að það gæti verið eitthvað annað en ADHD fórst ég ADHD greiningu? Ég spurði það ekki eins jú, ég fór ég svaraði bara sem blöðu, geðlæknir kom eitthvað blöð og ég var, máli er ég alltaf ég er svo oft á miðlunni ég skilur þú veist, hann var kannski ætlaði eitthvað til að greina með geðhverfasýki en ég var bara á miðlunni þú veist, máli er við þetta er samt örgulega ótrúlega mikið, ég ætlaði að segja birtingamyndin á svo mörgum þú veist, röskunum þú veist, eru konunnar ótrúlega mikið, þú veist, ég get ímynda mér eins og með einhverfu þetta er eins og til dæmis þú veist, og þessi blessuðu listar kallmenn greinast með geðhverfasýki á bilinu 18 til 20 en konur ekki fyrir 30 en það er samt alveg þannig og eins og á ráðstefnunni þegar þú varst með erindið þú veist í Hörpu, þú horfður væntanlega alveg yfir salin, þú veist, þú tvillti fólki og eitthvað, þú veist, getur ímyndar, þú veist, voru þetta margir karlmenn versus konur eða þú veist, eða voru, þú veist, hvernig er þetta, veistu það? Mér fannst þetta vera svolítið blanda, en þarna voru náttúrulega mikið að fræði fólki skilur, það var ekkert mikið að fólki, þú veist, sem er kannski með geðhverfasýki, sko, þú veist, meira fræði fólk, þú veist, og svo poppu við svona hvað maður segja sjúklingur, skjólstæðingar sem eru með geðhverfasýki og vorum að tala það en veistu eitthvað hvernig það er þú veist, eru menn að greinast eru konur að greinast meira heldur en menn? Ég hef ekki hugmynd sko. En ég held
ég myndi trúa því að Við kallmenn Tara væru líklegri. Já, Ég held að sé hærri prósenta hjá þeim, sko, en ég held að það sé aðalega munur sem þau sjá er sko birtingamyndin. já. Þegar hún kemur fyrr hjá kallmennum heldur konum. Já. Þú veist, við erum bara svo ótrúlega klárar að maska. Já. Við möskum bara, þú veist, við erum náðast með meistaragráði í því. Svo held ég líka kannski, margar hverjar, sko. svo held ég líka þegar maður ætti kannski að vera að fara í þessa manju Já, eða vera í þessu manju ástandi að út af því maður er kona já. að þá er bara svona, hún er svo flippuð. Já, hún Eða, bara, eins og þetta bara, er bara Aníta. Þetta er bara Aníta. Þú veist, Ég á meðan fékk alltaf ef að heyra þetta er bara, maður, já, þá verða meira svona, það er eitthvað, Það er eitthvað, það er þú eitthvað veist. að því þú veist, þetta er kannski ekki birtingamyndin á Nei, þeir karlmanni, kannski- eða skilji. Þú veist, stofna allir fyrirtæki og gera allir þetta og hitt. Það sem heldur ekki endilega birtingamynd Nei, á en samt, að það gera getur kannski, verið en það það kannski. getur verið Já. það. Þú veist, að stofna fyrirtæki og gera alls konar, eyða óhafilega mikið af peningum og þú veist, þannig að það er alveg svona, Við fórum bara allt í henni að tala um þetta og Tara áður, þú veist, þegar ég heyrði þér já, fyrst, já, þú veist, að koma, já. þá fórum við að pæla bara, vá, þú veist, hvernig er samt birtingamyndin? Já, þú veist, Ég heldur líka sé og- ekki nógu skýr. Nei, nákvæmlega. En, Nei. já, Já, en við erum búin að vera svolítið lengi, en við getum Bara, verið að það er svo spyrja gaman og að spyrja, hlusta það er þig svo segja. gaman að hlusta þig takk og fyrir. mér langar samt bara að þakka þér fyrir trustið og að leifa Já. okkur líka bara að, hvað segir maður, broadcasta þessu, eða þú veist, bara, Já, bara fá einsýn inn í líf þitt og Já, þú veist, mér takk finnst fyrir. þetta að vera svo mikið tabú, ég meina ég, þetta er tabú, bara, þú veist, Því það er- miður. já, Því þú miður. veist, maður veit Já. ekkert um marga, þú veist, Nei. ég þekki eina sem er með geðhverfarsýki og hún vil bara ekkert tala um það og auðvitað virði maður það, Já, já, en já. maður er samt svona, mér finnst hún vera að loka sér svolítið af Já, og hún er ekki að akkurat. gera jafn mikið af hlutum eins og hún gerði áður en hún fekk Ah, greiningu, nákvæmlega. þannig að svona eins og þú ert að segja skilur og getur ekki verið hrædd við að fara í, Maníu, í maníu þú eða veist, eitthvað alveg svoleiðis. svo þú átt ekki að vera hrættur að fara í sykursjokk eða já, eða bara í flugvél eða bara hvað sem er, já, þú veist, bara hvað sem er, sko. bara ekki að láta hluti halda þig niðri, Nákvæmlega. þú veist, sem að, þú veist, það er svo mikið lífskerðing Já, í því, það er það. já, þú veist, sama hvað það er. Það er sama hvað er, maður bara, þú veist, jú, auðvitað átt alveg að halda stundum á móttinu en þú verður að sleppa það líka, sko. Algjörlega, bara þetta balans, held Já, ég. þetta balans, sko. Já, það er geggjað. Við getum bara kannski enda þetta svona. Já. Mér finnst það bara að vera svo geggjað. já, Við getum tala svo bara, endalaust. en svo líka Já. bara hvetjum við hlustum til að fara inn á Hennar heimur, Já. fylgjast með henni Instagram Anítu síðan og hennar. hennar daglega líf sem er bara alls konar, Alls konar. bæði upp og niður Já. og bara þakka þið fyrir miðlinn Já, takk fyrir. og takk fyrir komuna. Já.